Komið sæl, kæru vinir, og verið velkomin í hlaðvarpi söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Já, ég heiti Ólafur Hersir Arnaldsson. Blessaður. Já, hvað segir Ólafur minn? Við erum mættir hingað í morgunsárið. Já, ég veit ekki, hefur ekkert tekið upp svona snemma? Nei, ég segi mig það, man ekki eftir því að tekið upp svona snemma og maður finnur það nú alveg á kroppnum, sko. Já. Mér er svo fyndi. Ég er bara að tömja mér það. Ég fer alltaf að fæta fyrir eldsnemma þar og þetta er mér rosa vel. Ókvæðlega. Að ég fer sér jafn snemma að sofa kvöldir. Það er nefnilega það. En já, við erum hlaðvarpi söguskoðun og við erum nú komin hingað saman í 87. skipti í dag. Og við vorum hér fyrir ekkert svo allt og lengi síðan að ræða Rómaveldi hér í hlaðvarpinu og tala þriðjuvaldakreppuna, og í þettinum í dag ætlum við svona aðeins að halda áfram með tengd málefni. Hvað ætlum við að ræða í dag, Ólafur minn? Við ætlum að spjalla Konstantínus mikla. Konstantínus, hann er einn af þessum miklu. Já, og nei, mér finnst svo fyndið þarna. Ég er svo litaður að vera alltaf að lesa heimildir á ensku, þannig ég ætla alltaf bara að kalla hann Konstantín. En þarna, ég er svona að reyna að halda mér eitthvað á íslensku hugtökin, það er mikilvægt. Já, við höfum nú, ég kannast alveg við það líka, þegar bækurnar sem maður er að lesa er á ensku og svona. En mér finnst hins vegar alveg, sko, já, það er svolítið svona stílbrot þegar maður er að koma með heitin á ensku. Þannig að maður svona reynir allavega að vera með íslensku heitin á þessu. Og ég reynir nú yfirleitt að grafa það upp svona áður en að við förum að tala saman hérna í þáttunum svona til þess að hafa þau á hreinu, sko. Já, mikilvægt, maður reynir það. En veistu hvernig er með þessi latnesku, við erum að spá í þessu, að ég var að stúdera þessa karaktera hérna í gærkvöldi. Mjög margir karakterar sem kom alltaf við sögu í þessum sögum. Margir keisarar sem vorum að tala hérna síðast þetta þriðju öldina og við kannski tölum að þessum núna í tengslu Konstantínus. Hvernig virka þessi eftirnöfn hjá þessum Rómverjum, að því að þeir veist ekki verið með ættanöfn? Þeir eru með þetta þrískipta nafnakerfi. Þeir eru þetta með eiginnafn. Eiginnafnið var oft bara eitthvað mjög einfalt og þessu eru alltaf sömu nöfnin aftur, Gaius og Magnus og eitthvað svona. Svo ertu með eitthvað, er það ættarnafn? Ég bara man ekki þetta nógu vel, sko. Og að því að síðan náttúrulega flækst þetta líka með því að þeir náttúrulega síðan fá allan að viðurnefni eftir því hvað þeir gera, sko. Germanicus til dæmis eftir að sigra Germani og slíkt. Parthicus eftir að búin að sigra Partha og kannski tekið upp svona titla. Já. Og svo náttúrulega voru þeir líka ættliða hvern annan. Þess og kurs, þannig þá voru menn líka að taka upp nöfn. Þannig til dæmis, ef við lítum á hann Augustus, sem náttúrulega byrjaði sem, sko, var ekki Octavianus, Gaius Octavianus, man ekki þrjá nafnum, maður getur nú slegið sér fljótt upp. Hann hét til dæmis ekki Caesar, það er til dæmis nafn sem hann síðan tók upp setna. Þannig þá til dæmis var allt einu nafnið hans orðið, sko, Gaius Julius Caesar Octavianus. Einmitt. Svo náttúrulega færa þennan Augustus titil.
Þannig að þessir ertu með, þú veist, allavega titla eins og til dæmis þá Konstantínus mikli sem er þá Gaius, Flavius, Valerius, Aurelius, Konstantínus og sko Gaius er þá það sem maður getur kallað svona eiginafni, þú veist, eins og bara Andri, Ólafur, eitthvað slíkt og svo náttúrulega Flavius og Valerius og Aurelius, þetta allt vísanir náttúrulega í aðra keisara þá og fjölskyldur og það er svona hluti af svona löggildingar kerfinu, en sko í raun og veru rómversk nöfnin líka mjög áhugaverð því eins og líka því þriðaldarkreppinu þegar við tala Septimius Severus Septimius það er alltaf á 7. Já, alveg rétt, já. Og mikið af þessu nöfnu verið líka þannig að Rómverjar voru ekkert voðalega frumlegir, þannig til dæmis með dæturnar allir mest frægt sko, hann Catullus, eitt af svona stærstu eða frægustu ljóðskáldum Rómverja, var ástfanginn sem þetta af konu sem hann kallaði þá lesbía í ritum sínum og það var líka klassist að í ljóðagerðinni að þú gafst ástkonuðinni eitthvað nafn já, þú gast ekki verið að segja nákvæmlega hver hún væri kannski þannig að þetta væri aðeins svona huli og þannig en allavega, menn hafa komist út af þessi lesbía hans hafi heitið Cornelia Já. Og mann fundið út svona í hvað fjölskyldum var og svona en vandamálu var að Cornelia átti sem sagt 3 systur sem allar hétu Cornelia vegna þess að hún var af Cornelius ættinni þá var þetta bara einfalt, þannig að það var bara fyrsta Cornelia og önnur Cornelia og þannig að fyrst skildum en kannski með þú veist það var eldri og yngri og svo þegar 3. var komin þá var maður fann upp í 3. og 4. Já og þess er allir með Julius Caesar dóttir hans já, hvaða nafn fékk hún? Hún var á júlíönsku ættinni Júlía og hann hefði fengið aðra dóttur þá hefði það líka verið Júlía þannig að þetta var mjög einfalt hjá þeim þannig séð Hörðu, já þetta er einfalt en Konstantínus sem við ætlum að ræða þess í dag hann hét Flavius Valerius Konstantínus það er ekki rétt hjá mér og hann er sonur Flavius Valerius Constantius pappan sko þetta er svo flókið líka því þetta er svo líknöfn sko því að pappan hét Constantius kallaður Constantius Chlorus eða Constantius hinn föli sem hjálpar aðeins að muna það sko já og sen sonurinn sko Constantinus með enni sko og þú ert með alveg fullt af svona sko Maximinus, Maxentius Maximinus og svo framvegis þetta er algjör hausverkur fyrir það sem er ekki sérfræðingar í þessu og pluss það líka sko að þegar að til dæmis þrælar fengu frelsi þá tókuður oft líka sko fjölskyldunum ættarnafn mannsins sem veitti viðkomandi frelsi og eins þegar menn fengu sko þá rómarska ríkisborgararétt og þegar til dæmis Caracalla var ekki hann sem veitti öllum þegnum ríkisins ríkisborgararétt þá var heimneiki að mönnum sem tóku upp hans nafn líka þannig að það flækir þetta ennþá meira með fullt af einstaklingum með svipun nöfn en hérna ég slóðs upp með þessi nöfn hérna þeir eru allavega þessi 3 nöfn sem mennur nota það sem að kalla prænomen eða þá svona persónulega nafnið sem bara foreldrarnir velja svo ertu með þetta nomen gentilicum sem er þá ættarnafnið eða fjölskyldunafnið það getur verið eins og þú veist Julius þá fyrir Julius Caesar eða Cornelius á kornelísku ættinni og slíkt og svo ertu með þetta cognomen sem er þá svona það nafni sem maður bætir við og getur ítt undir þannig að til dæmis Cornelius Scipio eftir að hann var búin að sigra Hannibal í öðru púnverska stríðinu þá tók allir með fekkan cognomen Africanus já og svo eru menn alltaf komin síðan kannski með rosalega titla en síðan alltaf var líka allir þessi nafna hefðu þetta í þróun líka já það breytist svona hægt og rólega en eins og pappans Konstantínusar Konstantíus fyrsti hann átti sko Konstantínus og hann átti Flavius Dalmatius og Julius Konstantínus Julius Constantius og Flavia Julia Constantia en þetta er líka eins og bara með þarna Sturlungöld
Já, og til dæmis þegar ég las hérna bókina er það Sverrir Jakobsson skrifaði manst eftir hérna þátti ár síðan já þannig veistu hvað hún heitir? Já, Þannig að sem hann fer í saumana á þessu já, og ég verði vikinn það að ég fjall mjög hratt af því það var einmitt öll þessi nöfn og endalist sömu nöfnin og já, Auðnaróðal alveg rétt. auðnaróðal, já. Einmitt, já, 2016, já. Og þess vegna að ég vikinn það allir þegar ég er að lesa þessa sagfræði þess að þegar ég er að lesa Konstantínus mikla ég sé ekki eins og nöfnin þannig séð sko fullt af þessu nöfnum bara spóla ég yfir og að því til þess að þessi sískina hans og hínur og þessar persónur sem skipta mjög takburguðu máli og það er ekki nema bara fyrir sko sérfræðingir sem hefur alveg brennandi áhuga á þessu sem nennir að setja sér nákvæmlega inn í öll nöfn og fjölskyldu tengsl og fara í smáatriðin á þessu. Ég stikla alltaf frekar á stóru og tel mig bara góðan að muna keisararna og þá sem reynda að vera keisarar. Og það í þessari sögu, eins og við komum nú hér að í síðasta þætti, ekki endilega létt að muna alltaf hverju keisari og það heldur aðeins áfram að því að við vorum hér í síðasta þætti sem sagt að tala þriðjaldakreppuna, það var mikil vandræði fyrir Rómaveldi, miklir erfiðleikar með valdaskipti og við nefndum það hér að sko þetta tímabil talið enda með Diocletianusi og fjórveldinu en það eins og við komum að sko það sá friður endist nú ekkert lengi. Nei. Og svo svona tímabili þriðjaldakrepan en nú vil látin enda þar þá heldur auðvitað áfram valdatafl og það kannski raun ekki fyrr en með Konstantínusi sem að það kemst á svona varanlegu friður í ykkur ár einhver ár, já einhver ár sko sem við ætlum að ræða upp hér í dag en Konstantínus einn af þessum þjóðleiðtugum í sögunni sem hefur verið kallaður hinn mikli þeir eru nú ekkert svona á hverju strái. Nei. Og ég var aðeins að velta þessu fyrir mér þú veist, þú ert með Pétur mikla, þú ert með Katrín miklu og Friðrik mikla og Alexander mikla og þú ert með Konstantínus mikla þú ert með Darius mikla og Alfreð mikla og Karl mikla jú, þeir eru alveg ótnir nokkrir en svona almennt í sögunni það er nú töluvert til og ég var að hugsa þetta sko eins og svona karakteru svona Napoleon til dæmis þú veist, hann er alveg ekta svona típa sem hefði geta orðið sko Napoleon hinn mikli ef hann hefði ekki tapað í sögunni sko einmitt af því að það sem að kannski þarf til að fá þessa nafnbót einhvern veginn að þú þarft að vera svona óumdeilanlegur leiðtogi og þú þarft að vinna mikla sigra og þú þarft að styrkja ríkið þitt og svona en síðan þarftu náttúrulega að lifa til að skrifa söguna. Það spurning samt líka hvort að þetta sé hálf Stalin mikli ef hann með datt allt inn í hug það hefur passað alveg það bjargaði ríkinu sínu og vann stríðið og lifði með þess að skrifa söguna allavega ákunnuleiti. Algjörlega. Og mér finnst nú reyndar alveg svona þegar ég er að lesa Konstantínus að það er svona ákveðnir svona þættir sem að stundum minna með stundum svolítið á Stalin þessi komið þess að því á eftir en hann er auðvitað kannski fyrst og fremst frægur fyrir þetta og kannski það eru svona þessi tveir hlutir svona kannski fyrst og fremst það er annars vegar það einhvern veginn að hann verður svona óumdeilanlegu leiðtogi eftir svona langt tímabil og hann styrkir ríkið hann stofnar nýja höfuðborg Rómaveldis Konstantínópel og það verður ákveðið svona nýtt upphaf og það er kannski svona annars vegar það og svo er það þetta að hann tekur upp kristni persónulega sem að og hleypur að stað vegferð sem að verður til þess að kristnin er tekin upp í Rómaveldi og einhvern veginn á svona greiða leið til yfiráða í hinum vestræna heimi í kjölfar þess og kannski líka þess vegna sem hann hefur verið kallaður hinn mikli því að auðvitað kristnir sagnarittar hafa örugglega verið svolítið sáttir með hann. Það er þetta kannski hlutaði en svo náttúrulega líka bara þess að ýmsu svona
úrbætur sem að hrinda af stað eins og til dæmis líka efnaðslegar úrbætur eins og hann kynnti til sögunar Solidus sem var þá nýr gullpenningur sem síðan var notaður í alveg 1000 ár eftir hans tíma. Einmitt. Og eins, þú veist, hann endurskipulaði ríkið að ýmsu leyti og það náttúrulega meðal annars sko með kirkjunu líka því það allir áhugavert að hann sko blandar saman alveg kirkju og ríkisvaldi þannig að til dæmis bara stuttu eftir hans valdatíð jafnvel undir lokinu hans valdatíð þá þegar það var setið eina borgunum í Asíu af Sassanitum og þá var það sko biskupinn síðan sem samdi uppgjöf borgarinnar og það alveg nýtt, það mikil byltingu allt í einu biskupar það eitthvað sem áttu að gera setna biskupar voru að semja fyrir hönd keisaraveldisins og kirkjanu það var mjög virk þá í stjórnskipunin og öllu slíku algjörlega þannig að náttúrulega stór hluta líka áttur hann segir hann kallar hann miklar hann næra að hrindast allavega byltingum kannski raun og veru eða gjörbreytingum í samfélagsgerðinni og svo auðvitað það náttúrulega rétt hjá þeir líka að kristnir sagnfræðingar þá auðvitað og kirkjunar menn hafa auðvitað verið hrifnir af Konstantínusi og þetta hefur það líka alltaf áhrif og það nefnilega svo mikilvægt líka að hafa það alltaf í huga þegar maður að lesa og til dæmis, ég bara fyrir tilviljun, ég var að reyna að finna mér sér eitthvað að lesa Konstantínus og þá rakst ég á bók sem komið svolítið á óvart eftir sagnfræðing sem heitir Timothy Barnes og hann skrifaði það bók sem heitir Constantine Dynasty, Religion and Power in the Late Roman Empire og hún er skemmtileg þessi bók því hún voðalega nákvæm og hann virkilega að sökkva sér í smáatriðin sem ekki endilega það sem hann alltaf að lesa en allavega ákvað að slá til og þá sér maður svo líka í þessari bók því hún svolítið svona pólemísk það mikil gagnrýni í henni og hann mjög mikið að vega líka að öðrum sagnfræðingum og skjóta á þá og þá sér maður sko að þessi bók skrifið fyrir sérfræðinga sem eru að deila ákveðin smáatriði og það var áhugavert hvernig hann þá sko að virkilega sko að rífa í sig og skjóta niður ýmsar sko söguskoðanir og þá kom líka inn í þetta áróður og fordómar og auðvitað allir sagnfræðingar líka hafa sína fordóma og það bara svo mikið mér svo áhugavert með söguna maður þarf alltaf að reyna að lesa í gegnum það líka Veist, hvað finnst sagnfræðingnum það sem hann eða hún að skrifa algjörlega já, Konstantínus svo náttúrulega ríkti hann líka opaslega lengi og það kannski ákveðin nýlundað sem að menn voru þetta komu þarna voru þarna nokkrir sem voru alveg svolítið talsverðan tíma og svona en Konstantínus sko hann ríkti í 30 ár tótal þar af 13 ár einn á valdastóli yfir öllu ríkinu og það gerir hann held ég að sko öðrum þaulsetnasta keisara Rómaveldis á eftir Ágústusi þannig að hann auðvitað eðlilega oft settur í svona sama klassa á Ágústus algjörlega en síðan líka að því að segja þetta bæði með sko fordóma sagnfræðinga og svona kemur líka inn í þetta áróður Konstantínusar því hann hélt uppi líka arðslagt áróðri og það oft erfitt líka að lesa gegnum það og til dæmis bara til að taka sko til dæmis 2 dæmi hvenær Konstantínus var fæddur og félagsstað móður hans það til dæmis atriði sem fræðimenn ekkert sammála og það skipti þá líka miklu máli fordómar manna fyrirfram því til dæmis með móður hans hvað maður að segja heldum að því fram að hún hafi verið dóttir hvað kallaði maður það svona kráar eiganda þá krá í sko skilningnum bjóða upp á þetta drykkjavörur og matföng og líka bjóða upp á gistirými og slíkt og það þótti ekkert endilega slæm staða þú veist, til dæmis var þannig að
samkvæmt rómverskum lögum að þá gátu konur í neðstu félagsstöðum ekki dríkt hór. Það voru bara fínni konur sem gátu dríkt hór. Þannig að til dæmis dætur og konur aðalsmanna og eitthvað slíkt. En bæði konur þá og dætur slíksmann sem átti þá krá voru allavega það hátti félagslega stíganum að það var hægt að beita þessum lögum gegn þeim. Já. Þannig að sumir hafa haldið fram að móðir Konstantínusar hafi einmitt verið dóttir slíksmanns. Það þýðir þá að hún var auðvitað lágt sett í félagslega kerfinu en hún var ekki á botninum. Á meðan aðrir sakfræðingar hafa haldið fram að hún hafi verið svo gott sem vændiskona. Já. Og það fer bara eftir því í raun og veru fordómum fræðimanna hvaða heimildum þau vilja lesa og svo endurspeglar þetta líka í þeim heimildum sem til eru. Hvort maður sé að lesa Ambrosius til dæmis sem var biskup í Mílanó sem hélt líkræðu yfir móður Konstantínusar þar sem hann heldur ekki fram að hún hafi verið svo lágt sett en síðan eru aðrir sem voru móti Helenu, ég er náttúrulega að segja náttúrulega hún hélt líka Helena á móður Konstantínusar. Þannig að þetta er mjög áhugavert dæmi og svo náttúrulega líka þetta með hvenær hann var fæddur því þá kemur líka inn í áróðurinn því allavega eins og Timothy Barnes færi rök fyrir að þá er margt sem bendir til þess að Konstantínus gerði í því að halda því fram að þegar að Diocletianus var keisari Diocletian eins og ég vil bara kalla hann en allavega Diocletianus þegar hann var keisari þá byrjaði hann að ofsækja kristna menn og Konstantínus gerði ekkert í þeim ofsóknum og þá er það áróður frá honum að halda því fram að hann hafi verið bara ungur strákur og þess vegna ekki haft neina burði til þess að gera neitt á meðan að það eru sterk rök fyrir því að Konstantínus á þessum tíma hafi verið 30 ára gamall fullorðinn karlmaður og hefði geta staðið gegn keisaranum. Ég held að við þurfum aðeins að ræða við þurfum algjörlega að tala um þennan kristna faktor komið þess að því eftir líka en aftur að þessu með ég hef svo sem auðvitað ekki stúderað þannig tekað rosalega mikið en maður hefur svona tilfinningunni svona með það sem maður hefur séð einhvern veginn að heimildirna séu svolítið vinnveittar og það er þessi Eusebius biskup sem að skrifa mikið sem er svona svolítið stór heimild held ég þetta, hann er samtíðum maður Konstantínusar og samverka maður og svo var hann svolítið í því að þú veist að því að hann var svo rosalega mikið mikilmenni að svona ég veit ekki, svona endur segja söguna svolítið og endur skrifa söguna og það er kannski líka þessna sem minnum við stundum svolítið á Stalin að því að hann yfirbugar til þess að þess að óvinni sína skilur þú getur komið að það líka og þú veist það er alltaf fyrsta sem gerir þegar þú er búin að yfirbuga einhverja keisara er að hann fer og þú veist eyðir út öllum merkjum þá skilurðu fellir styttur hann fer og sendir fólk og lætur skrapa af skilurðu ritningar sem búið að skrifa og þú veist minnismerki og veggi og svona og skrifar upp og nýtt og þú veist og byrjar að sverta skilurðu sögu þeirra og breyta sögun þess að þeirra hafa aldrei verið til já og ég finnst svona mjög gott dæmi þetta er að það er til þú veist það eru til byggingar standa ennþá frá tímum Konstantínusar og meðal hans Basilika Konstantínusar í Róm skilur sem er fræg bygging sem að hét upprunalega náttúrulega Basilika Maxentiusar þegar hún var í byggingu en Konstantínus klárar hann og svo heitir hún Basilika Konstantínus en það var Maxentius sem hóf byggingu þessara Basiliku. Nei, mitt. Það er eitthvað áhugavert bara tengt þessu bara svona fyrst ég er að nefna þetta Basilika þetta er náttúrulega eitthvað sem við notum yfirleitt í dag dómkirkjur og þetta er svona tengist þetta svona þessari sögu kristnina líka sem er náttúrulega verið til á þessum tíma eða koma fram og kirkjan og svona í svona fæðingu sinni einhvern veginn að þú veist þessar byggingar sem voru kallaðar Basilika þetta voru byggingar sem voru að riða sér til rúms í Rómaveldi á þessum tíma, þessum öldum og þetta eru svona stórir salir með það sem hægt að koma fyrir miklu fólki og þetta var byggt til þess að hýsa mikið af fólki og var svona samkomustaður fyrir fólk
og þegar kirkjurnar eru að koma fram að þá fara þær síðan að nota þessa staði, þetta verður svona augljós staður fyrir kirkjuhald. Þá er ég að tala um sko kirkjubyggingin sem að náttúrulega með tíð og tíma á eftir algjörlega, þú veist, að bara móta okkar hugmyndum hvað kirkja er, og í dag, þú veist, þegar þú segir basilíka þá hugsaðu bara um kirkju, en upprunalega þá er þetta svona rómverskt samkomuhús frá síðfornöld. Já, Núlda áhugavert. já, algjörlega. Og en það er náttúrulega, getur maður líka sagt sko, að Konstantínus náttúrulega er kannski er líka hlutafi af hverju kirkjan tóku upp líka töluvert af svona rómverskum táknum. Svo til dæmis það að það er bara prestarnir þá sem eru vígðir til þjónustu sem eiga að bera svona stólu. Og það sem er þess áhugavert við stóluna er að sko mikið Fyrir ekki, hvað er stóla? Stóla, það er svona, við getum kallað þetta svona klæðisbútur sem þú hefur utan um hálsinn. Þetta kemur fyrir aftan hnakka og á ná svona niður á hnjám kannski, niður fyrir hnjé. Já, ég veit ekki hvort ég geti lýst því betur en svo. Og svo náttúrulega eru þú veist ákveðin tákn á þessu, það getur verið kross eða lamb og svo ertu með stólunar í mismunandi litum, þannig að það sýna líka hvar þú ert í kirkjuárinu. Hvort þú sér til dæmis það hvít stóla páskana og slíkt. Allavega, og mikið symbolík í þessu. Já. En sko uppruni stólunar er í raun og veru að fyrirmenn þá í Rómaborg báru sér svona stólur, aðalsmennirnir, og þeir notuðu hana fyrst og fremst til þess að þurrka sér svitann sem servietta. Já, ok. Já. Áhugavert. Og svo þá er þetta svona svipaði sem með basilíkuna. Já, einmitt. Einmitt. Þannig að þetta er alveg svipaði svo sem basilíkan. Þetta er eins, og þú sér þetta sérstaklega í kaþólsku kirkjunni. Já. Mikið kannski á fötum og titlum og hitt og þarna. Og þá sér maður alltaf líka því að þarna alltaf sérstaklega í kjölfar þessar breytingar sem Konstantínus kom á, þá var þarna fléttast þetta alveg rosalega saman, kirkja og ríkisvald. Algjörlega. Heyrðu, Konstantínus mikli, sko, ég held að við ættum ekki eða miklum tíma hér í þessari yfirferð til að fara á kaf í valdabaráttuna sem að einkennir upphaf hans ferils, þó að það beri þetta að nefna, en hann er náttúrulega, þegar hann kemur fram fyrst, hann er náttúrulega samtímamaður Diocletianusar, þó það sé nú ekki endilega víst að þeir hafi hist, en þeir eru oft nefndir í sömu andrá, þessi tveir, og það er kannski svolítið vegna þess að Konstantínus og Diocletianus saman eru svona höfundar af þessu kerfi sem að síðrómanska ríkið og eftir það austurrómanska ríkið einkennist af. Þannig að við tölum mér í síðasta þetta að það eru ákveðin þáttaskil og tímabilaskipting frá prinsipati yfir í dominat og allt þetta. Það eru svolítið þessi tveir karakterar. Já. Og Konstantínus, eins og þú sagðir áðan, hann heldur að miklu leyti áfram með endurbætur Diocletianusar á mörgum sviðum, náttúrulega augljóslega ekki á sviði trúmála, því að hann var náttúrulega að því að Diocletianus auðvitað, við náttúrulega kannski nefndu það ekkert inn í síðasta þetta, en hann náttúrulega keyrði náttúrulega í gang hann á ofsóknir gegn kristnum mönnum sem eru bara einhverjar mestu ofsóknir sem voru framkvæmda gegn kristnum mönnum í Rómaveldi, er það ekki? Og einu svona ofsóknir sem voru svona skipulagt einhvern veginn út um allt, öll horn heimsveldisins, og meðan aðrar voru kannski oft svolítið svona staðbundnar og þannig, en þannig að þeir voru ekki alveg á sama máli þar, en Diocletianus hann sem sagt kemur á fóti tetrarkíinu eða fjórveldinu, svo við segðum mér í síðasta þætti, svo með 2 Ágústusa og 2 Sesara, einn í vesturinu og einn í austurinu. Og mér finnst svo fyndið þetta svo mikið að nöfnum, sko Diocletianus er Ágústus í austurinu og Galerius er Sesar í austurinu, og Maximianus er Ágústus í vesturinu og Konstantíus er Sesar í vesturinu. Þetta er fjórveldið, og það gekk ágætlega og með það gekk. Síðan kemur að því árið 305 að
þess að við sögum að Diocletianus ákveður að draga sig í hlé og setjast í helgan stein, og hann gerir það og þá verða svona frekar smúð valdaskipti í austrinu þar sem að Galerius tekur við sem Augustus eins og átti að vera. Já. Í staðinn kemur Maximinus Daia sem Caesar þá í austrinu. Þannig að það komið Galerius og Maximinus Daia í austrinu. Í vestrinu hins vegar sko hrynur þetta strax, þetta kerfi. Að Konstantíus deyr, eða hann verður gerður að Augustus og Maximianus allar að draga sig í hlé líka eins og gamli Diocletianus. Já. Og þá einhvern veginn koma synir, svo þetta er líka svo ótrúlega flókin fjölskyldutengsl líka. Þeir eru allir hálfbræður og ættleiddir og giftir systurum hvors annars og þetta er svona, þetta er mjög svona þétt svona virðist vera svona lítill hópur svona liggur við sko fjölskyldu manna sko. Já, það er en svo það kannski líka það, þú veist, að þeir eru að ættleiða hvort annan og þeir eru að giftast systurum hvors annars til þess að mynda bandalög auðvitað. Já. Þannig að það er kannski svolítið eins og konungsættirnar á 19. öld sko. Það sé náttúrulega líka sko með þetta hann Konstantínus allir eru nú kannski ólst upp hann náttúrulega var það hvernig var að segja orða þetta það stutt á milli þess að föðurs og sonars í aldri að þegar að þarna faðir hans þá Konstantíus var svo í sínu valdabröldi að þá náttúrulega var Konstantínus sjálfur það gamall, hann gæti tekið mikið þátt í því. Þannig að náttúrulega hann var Caesar og þá var að vera undirbúa hann í rauninu fyrir að taka við. Pappan sem var Caesar, já. Já, og svo líka var sem sagt Konstantínus alveg uppi þá trú að hann myndi taka við. Og myndi sem sagt fá þarna mikilvæga stöðu í ríkinu og þess vegna ferðaðist hann með mikið af þessum keisörum, til dæmis honum Galeriusi. Þú veist, hann var að berjast með honum í austrinu og var alveg innsti koppur í öllu þessu. Og svo þegar að Diocletianus og þeir fara af og nýju taka við og síðan var síðan Konstantínusi bólað í raun og veru frá því það voru aðrir sem áttu síðan að taka við. Á meðan að Konstantínus sá fyrir sér og bjóst við því að vera gerður að Caesar. Já. Af því að það kemur maður sem heitir Severus sem á að vera að taka við þarna í vestrinu. Já. En síðan á þessi Maximianus sem var þessi gamli Augustusinn í vestrinu, hann á annan son sem heitir Maxentius. Já. Það sko, og síðan á hann alltaf Konstantíus, son sem heitir Konstantínus og þeir eru þá synir, þeir eru svona synir sem ekki að fá og þá eru þeir fúlir, gera uppreist báðir. Þú veist þannig að Konstantínus sem þá staðsettur á Englandi í York, pappans dó í York. Já. Og þess vegna með þessi stytta af Konstantínusi í York. Já. Stór svona stytta á hann sem hann setur í stól. Já, með sverð. Og þú veist þannig að Konstantínus kemur fram og segir skilur, og það er herinu, það eru hermenn föður hans skilur, sem að hylla hans sem keisara sko. Já. Eftir að pappa hans var búin að veita honum löggildingu. Og svo kemur þessi Maxentius líka í Róm og hann alltaf svolítið svona efla Róm aftur sko, gömlu Rómaborg. Og þeir eru náttúrulega ósáttu við þetta hinir sko. Já. Og þú veist, og það fer henni bara allt í fokk strax þarna 306 300 og þú veist, eftir 305 sko. Og þú veist, og það er og stundum eru menn í bandalagi við hvern annan og stundum ekki og það er erfitt átt að sjá því hver er Augustus og hver er Caesar vegna þess að þeir vilja ekkert vera Caesar, þeir vilja bara vera Augustus. Þannig að sko fjórveldið sem hugmynd er strax sprungin. Já. Og það eru komnir alveg hann á okkur tímbili, okkur 6 gaurar sem eru bara allir að berjast öldin, svona meira eða minna. Einmitt. Og þarna sem maður líka, og það sem líka flækjar allt þetta, það er líka reyna að lesa í gegnum áróðurinn þegar maður er að vinna með frumheimildirar. Því Konstantínus til dæmis, hann hrinda á stað þeirri sögu að hann hafi verið í austrinu þegar faðir hans lá á dánarbeðnum og sendi boð til hans og bað hann að koma og síðan samkvæmt þeirri sögu og þá dreif Konstantínus vestur skar á fæturnar á hestunum sem voru á
vegastöðunum á milli þannig að keisarinn geti ekki náð honum og komið í veg fyrir þetta og þannig að það verið líka að sína sko þennan skildurekna son sem að halda til föðu sín sem liggur fyrir döðanum og svo kemst hann inn í tæka tíð og fær þá þessa löggildingu hjá pabba sínum sem gerir hann þá að keisara og svo herinn sem útnefnir hann síðan aftur og hillir hann. Já. Og það áhugavert að þetta verðist bara að vera áróður frá honum því að Konstantínus var búinn að vera í Englandi í áður en pabba hans lést og einmitt ástæðan fyrir okkur þeir voru í York vegna þess að þeir höfðu verið að berja á Pictum fyrir norðan múr Hadrianusar og eitthvað slíkt. Já. Og þetta líka flækir svo mikið söguna og þess vegna líka nú erum við búin að mála Konstantínus upp sem eitthvað Stalin en það samt alveg ágætis línur því þetta svo rosalegur áróður líka þú veist þetta svo mikið valdabrölt og svo kannski spurning hvort að við höfum kannski meira af heimildum kannski að ýmsu leyti, nei ég veit það ekki þetta er alveg típist þetta með hann áróður líka þess að þú veist þú veist aldrei, þú veist það alltaf sagt einhvern veginn svona þú veist sko Konstantínus sagði að Konstantínus sagði þetta en það var samt náttúrulega bara það sem hann sagði og við þurfum að taka því með pinch of salt þess að þeirra kemur að þessu með upp á kristninar og svona sem að menn hafa þetta verið að svona setja spurningamerki við hversu heitur hann var í rauninni í trúnni og svona og svo líka þetta með þú veist hver lýsti yfir stríði gegn hverjum einmitt og þú veist hver að þessum köllum sem sagt hóf ófrið hver í rétti og hver í órétti og hver að verja sig og hver að ráðast á og þetta sko það fara mismunandi sögur og því og Konstantínus var alltaf eftir á með einhverja skýringu sem að lét hann koma vel út þannig að hann var svolítið og það kannski ég fæ svolítið svona á tilfinninguna hann hafi verið svolítið góður í að sem sagt að skrifa söguna hafa söguna í sínu lið og það hefur hann bara heldur betur tekist algjörlega því að þessi maður var náttúrulega hann var nú engin sko seint sko nei, hann var það ekki þó hann sé það nú kannski í kirkjunni er það? Já, svona bókstaflega ég heldur að hann ekki í dýrlingatölu þegar hann svona hampað sérstaklega austurkirkjunni en hann ekki offisíal dýrlingur eða nokkuð? Nei, hann ekki það Nei, hann það næstu því Já, því þeir eru líka með svona sérkerfi þetta er svo með Nikolás annan hann og keisarafjölskylduna rússnesku í rússnesku kirkjunni þau eru ekki dýrlingar en þau eru svona ekki svo ég og þú heldur en allavega, þú veist, þegar ég segja hann var engin dýrlingur þá var það meira svona orðtiltæki hann var ekki barnanna bestur því að hann lét myrða marga og hann framdi til dæmis nú síðar á ferlinum svona ein af þeim svona stærstu syndum sem hægt að fremja hann lét myrða son sinn og konuna sína en samt einhvern veginn kemur hann niður í sögunni arfleiðin, ef þú spyrir fólk út á götu hann ekkert þekktur sem eins og Stalin hann var þekktur sem Konstantínus hinn mikli einmitt hann tekist ágætlega þetta kannski frekar að vera að safa Ívan Grimma þó að Grimmi líka sko að margir sem benda á það séu raunur ekki alveg rétt þýðing heldur ætti hann frekar að vera sko Ívan mikli já, alveg rétt en hann náttúrulega mitt, hann drap son sinn náttúrulega líka og allt það en síðan samt líka, þetta líka að það kemur líka fram mitt á svona deiluefnum sagfræðinga því sko sumir hafa málað Konstantínus sem uppreisnarsegg og hann hafi ekki haft löggildingu meðan að aðrir benda á það passa ekki alveg því til dæmis í bókinni sem ég var að lesa eftir hann Barnes þá bendir hann til dæmis á það að Konstantínus auðvitað tók þetta völdin og allt það en hann hafði ákveðna löggildingu frá föður sínum ennfremur var hún síðan boðið inn í þennan valdahóp þá keisara, þá Ágústus og Sesara og hann fekk titilinn keisar áður en hann til dæmis hélt suður fyrir Alpana þannig að hann var Sesar í vesturinu þá yfir Bretlandi, Gallíu og Spáni og þarna sér maður líka sko, þarna kannski líka spurning hvernig sagfræðingar líka vilja lesa heimildirnar sko, hvað viltu leggja áherslu á og svo hefur það áhrif kannski á niðurstöðun hvort þú lítur hann sem algjörnum uppreisnarsegg eða hvort hann sé
já, hafi haft nægu löggildingu til þess að hrinda af stað sínu valdabröldi. En þegar maður lesi þessa sögu af þessari borgarastyrjöld og öllum þessum karakterum sem við ætlum ekki að fara í hérna í detail sko, en þú ert með Galerius, þú ert með Diocletianus, Galerius, Maximianus, Konstantinus, Maximinus, Daia, Licinius, þú veist, og þessi tengsl og svo náttúrulega fjölskyldur þeirra og allt þetta, þú veist, þetta alveg ekta efni í svona seríu. Ja, þetta það. Eins og Rome-serían. Einmitt. Þú veist, það var þetta að gera bara Rome 2, sko, sem fjallaði bara þetta. Algjörlega, og þú veist, og það var alveg hellingsefni sem var alveg geggjað að spila og búið til rosa flotta dramaseríu allt þetta. Af því þetta er auðvitað, sko, hugrenningatengslitna, því ég meina Rome-serían og þetta, þú veist, það fjallar valdabröldi í Rómaveldi hérna með Július Caesar og Octavianus og Augustus og allt þetta og það endar með sko, þú veist, það er svona borgarastyrjöld og leiðindi og það endar einhvern veginn með þarna, að þeir koma á þarna keisaradæminu og Pax Romana og allt þetta. Hérna erum við að sjá sko Konstantínus, eins og við sögum áðan, hann var sá sem ríkti lengst á eftir Ágústusi og hann satt mjög lengi á valdastóli og hann er líka svolítið svona, þó að það hef ekkert verið eitthvað Pax Romana endilega eitthvað eftir hann, en hann er samt svona tákn fyrir svolítið nýtt upphaf, nýja Rómaveldi í Konstantínópel, skilurðu. Enda náttúrulega landamæri ríkisins líka tiltölulega örugg, þú veist, hann var búin að berja hellinga á Germönunum og búin að tryggja landamæri ríkisins að ýmsu leyti, þannig að það náttúrulega var öruggar og ennfremur líka eftir sko þriðjaldakrísuna þá var mikið af landsvæði sem hafði verið yfirgefið endurnumið, þannig að það náttúrulega sýnir líka stöðuleikann. Það er samt auðvitað, það er ekki sko, það er ekki friður, það er náttúrulega endalaust stríð og á þessu tímabili sko, við tölum það í síðasta hætti sko, að það var byrjað mikla skærur alltaf við Sassaníta og það heldur áfram á fjórðöldinni, til dæmis Licinius sem var meðkeisari Konstantínusar í mörg ár, þeir sem valdabaráttu endar svolítið með því að þeir eru tveir eftir, einn í vestrinu og einn í austrinu og voru svona í skærum við hvorn annan og ég held að Konstantínus hafi nú svona yfirleitt haft betur, en það er samt alveg mjög langur tími sem að Licinius eða Licinius, þú sagði mér nú ekki að séð væri K, þannig að ég hef nú reynd að halda með það, að hann hafi verið þannig í austrinu í stríði, miklu stríði við Persa oft sko, og síðan eru þessir gotar og allemannar og hvað heita allir þessir germönsku óþjóðir, þess að það eru kallaðir hérna í bók sem að allar svo óþjóðir það er geggja mér finnst það alveg aðeinslegt, ég er með hérna gamla bók sem að sem þýddi voru á íslensku árið 1964 og þar er orðið barbari þýtt sem óþjóðir. Það er stórkostlegt, óþjóðir. Já. En þá líka, mér stefnilega svo líka sko, sérstætt að hugsa það hvað þessar menn ferðust. Eins og til dæmis, allir þessi keisarruta, þeir náttúrulega voru alltaf á ferðinni, alveg sko fram og tilbaka fyrir að fara yfir allt keisardæmið. Og til dæmis Konstantínus, það er alveg líkur á því að hann hafi ferðast það langt austur og hann hafi séð til dæmis rústir Babylon. Og mér finnst það líka áhugavert sko, þetta, hvað var að segja, í svona þessu sögulega samhengi að jafnvel á þessum tíma sko Babylon borg fyrir okkur náttúrulega sko brjálæslega fjarlægð, en náttúrulega á þeim tíma líka var þetta bara fornt menningaríki sem var löngu fallið. Það er áhugavert að hugsa, þú veist, hvað allir Konstantínus hafi hugsað þegar hann stóð fyrir utan sko rústir Babylon borgar. Eftir að hafa það var mögulegt eftir að þeir tóku sko, ég held að sé borið frans Sistofan einhvern veginn þannig, það var einan höfuðborgum Sassanita og Partha. Algjörlega. Og þetta svo hefur oft verið nefnt þetta með Egyptaland eðlilega sko, ég meina píramídarnir og þessar rústir, þetta hafi verið sko fornar rústir á tímum Rómverja sko. Og það allir að tala þú veist 300 og rétt 300 og eitthvað. Veist, það var þetta bara fornar rústir. Það er ótrúlega að hugsa til þess.
Já, það er það. En að talandi þessar fjarlæði líka að ég staðar heyrði ég nú að ég staðar las ég að það hefði verið 21 dags ferðalag frá Konstantínópel til Rómar. Já. En sér það nú ekki dýrar en ég keypti það. Veistu hvort það var þá landleiðin eða, veistu það? Það veit ég ekki. Sigla eða? Það er nú örugglega verið fljótlegra að sigla. Já, spurning. Það lítur að vera. Alltaf svolítið háðu vindum og þannig. Það finnst mér bara svo líka áhugavert fyrirbrigði með þetta sko bæði náttúrulega vegakerfið, hversu hratt getur þú farið yfir, hversu mikið þolur þetta hesturðin, hvað getur einstaklingun gengið langt og allt það og svo náttúrulega líka með siglingarnar og náttúrulega háður vindum. Þetta er Nei, heldur það ekki verið fljótar en 21 dag að sigla frá Konstantínópel til Rómar. Þetta er orð með góða galleiðu og nóg af þrælum, jú, og siglir grimt sko, jú, allir það ekki. Já. Þannig það voru kannski landleiðin. Nei, mitt. Það er spurning. Við erum að pröfa dekk tjóðan, Andri. Ef að prófa þetta hann? Já. Leif okkur hesta í Konstantínópel og ríða vestur. Heyrðu, hérna, já, við vorum að tala um þetta með Licinius og svona, veistu, hann veist, Licinius er á endanum sigraður af Konstantínus, hann er hengdur. Eftir að hafa verið mjög lengi á valdastóli í austrinu. Já. Og þá hengir hann fyrir glæpi gegn ríkinu. Hann var sakaður svik og það er líka allt í reyna Stalín sko. Hann var sakaður sko að hafa verið að vinna með óþjóðalíðnum sko, með einhverjum germönskum ættbálkum sko, sem getur svo vel verið að vera satt eða ekki. En 323, 324 þá er, eða 325 eitthvað það bil, þá er sem sagt Konstantínus orðinn einvaldur. Já, ég get skjóta þetta einu inn að þeir eru líka að tala um allir þessi fjölskyldutengsl og allt það. Já, þeir voru hálfbræður. Að því að jú, við erum ekkert að fara í þaula og alveg í smáatriðin Jesú, en það er samt alveg verðt að nefna það allir með þess að áður en Konstantínus var búin að leggja þetta allt undir sig að keisarinn sem ríkti með Diocletianusi. Já. Marstu hvað hann hét? Já, hann hét Maximianus. Maximianus, já. Hann þurfti líka að segja af sér. Já. En hann kom síðan tilbaka. Já. Því hann vildi ekki hætta á sínum tíma. Algjörlega. Og mér finnst það líka svo mikið klikkun í öllu þessu og hann var síðan að vinna með syni sínum og þeir voru þá saman hann að reyna að leggja undir sig Ítalíu og styrkja stöðu sína þar til þess að síðan að geta lagt undir sig restina af ríkinu. En það allir fór ekki betur en svo að faðir hans, þegar hann hélt ræðu í Rómaborg, var nefnd að tala sko um spillingamálin og svikara og slíkt og í miðri ræðinu bendar hann á son sinn og sakar hann spillingu og svik. Að þá ætlaði faðirinn þarna að steypa syni sínum og taka völdin. En það fór ekki betur en svo að rómverski herinn snerist gegn honum þá og hann þurfti að röklast á brott. Og það er líka, sko, þetta sýnir líka hvað er mikið efni með því góða dramasjöru hérna. Það er líka, þú veist, faðir að snúast gegn syni og þvílíkt valdabröld. Ég held að það þyrfti algjörlega að gera svona dramaseri úr þessu og ég reynda líka að benda á ég sem gerir ráð fyrir að flestir hlustendur sem að hlusta á þetta hlaðvarp hafi nú hlustað á History of Rome eða vita allavega af því, en það er frægt hlaðvarp. Mike Duncan held ég hann heiti. Já. Þar sem að farið svolítið svona mjög skemmtilega yfir þessa atburði og alla sögur Rómaveldis mæli með því. Því þetta er örugglega, þetta er flókin lesning líka. Já. Þessar sögur. En allavega, svona í stuttumáli getur við sagt jú að Konstantínus sem þessi mikli náttúrulega pólitíski refur og mikill hersöðingi og það er náttúrulega líka það sem er sérstakt við hann, sko, gerir hann mikinn er að það sjaldan þannig í sögunni að sonur er jafn hæfileikaríkur og faðir eða hæfileikaríkari. Það er mjög sjaldgæft en faðir hans auðvitað var mjög hæfur hersöðingi en það vann hann sig upp úr engu, hann var bara þannig sé óbreyttur hermaður frá Serbíu sem vann sig upp í gegnum herinn og náði á endanum að verða keisari og sonur hans náttúrulega líka alin upp í hermennsku og þannig að það endar þannig að Konstantínus það skara fram á föður sínum og næra verða einráður þá yfir öllu ríkinu. Já.
En svo náttúrulega líka eitt af þessum stóru deilumálum sagnfræðinga jú líka eðli kristninnar eða trúar þá Konstantínusar eða ekki. Og þá í raun og veru spila líka inn í það í raun og veru hvað sagnfræðingurinn sjálfum finnst eða vill. Já. Ég hef alveg tekið eftir því sagnfræðingar sem kannski hallar undir trúnaða slíkt, hallast meira að því. Sumir sagnfræðingar sem kannski ekki trippnir að trúni eða kannski trúlausir, þeir eru meira þá að spila á það að Konstantínus hafi verið hvað maður að segja, heiðinn, hafi heitið á hina ósigrandi sól eða Apollo eða eitthvað slíkt. Ef við tala eins hann kristna þátt, hann náttúrulega alveg gríðarlega stór og við þurfum auðvitað að sjá það svolítið í samhengi við sögu kristninar á þessum tíma. Sko, þetta náttúrulega bara 300 árum eftir Kristsburð. Það nú ekki svo langt síðan. Nei. Og það hafi verið þarna ofsóknir í Rómaveldi svona af og á og ég veit að þú ert sko að öllum þeim sem ég þekki þá ert þú örugglega sá sem þekkir best sögu kristninnar þannig að ég ekki nokkur vafum að þú kannt þessa sögu alveg upp á 10 sko. Ég vona ég bregðist þig það ekki. Og kristnin hvernig var þetta náttúr? Hún er ekki offisíali leyfð trúarbröð ekki. Þetta ennþá það rauninni það sem að Konstantínus og Líkinius gera þarna með Mílanó tilskipuninni. Já. Af því það oft verið nefnilega ég stóð alltaf í þeirri trú sko að hann hefði gert kristni að ríkistrú en það auðvitað ekki rétt, það kom seinna en það þessi Mílanó tilskipun sem að basically leyfir trúna, það ekki rétt hjá mér. Já, ég nefnilega hélt það líka en það verðist ekki vera rétt. Og ég komst nú bara að því hérna núna í morgun þegar ég var að enda við að berjast við að klára þessa bók. Því Timothy Barnes færi rök fyrir því að það sé ekki rétt og bendir til dæmis á það sem aðrir sagnfræðingar hafa líka bent á að þessi Mílanó tilskipun víst hvorki frá Mílanó nýja tilskipun. Já, alveg rétt, já. Og ennfremur bendir hann á að til dæmis sko í vestrinu voru kristnir menn löngu búnir að fá þessi réttindi. Þannig að í raunveru þetta meira þetta sem sagt þá í raunveru hvað maður segja, lagateksti sem ekki skrifaður í Mílanó og sneri í raunveru bara að kristnum á balkanska. Að það átti þá að vera bæta úr sko þessum hvað við kalla glæpum sem þeim voru beittir á tímum Diocletianusar. Já. Þannig að sko þetta var sem er mjög áhugavert líka að lesa að maður verður líka að því að ríkin alltaf voru svo klofið að það var mjög mismunandi hvaða réttindi kristni menn höfðu á hverjum tíma fyrir sig. Þannig að til dæmis þessi Mílanó tilskipun þá við ætlum ennþá að kalla hana það hafði í sér engin áhrif á vestrið. Hinn heilaga tilskipun frá Mílanó var hvorki heilög tilskipun nýja frá Mílanó. Nákvæmlega. En það sem síðan náttúrulega líka Timothy Barnes fer mjög í þaulun á því og færi rök fyrir því að Konstantínus hafi verið kristinn að ýmsu leyti. En síðan samt málið líka að þegar nota svona hugtök það ekki svartkvítt, það ekki annarkvort. Nei. Að því til dæmis sko, það margt sem betur til þess að móðir hans, Helena, hafi verið kristinn. Og það alveg klassíst að sko kristindómurinn að miklu leyti breyttist út með því að það voru mikið konur sem tóku kristatrú og þessar konur ólu síðan börnin sín upp í trúnni og höfðu áhrif þá bæði á börnin og kannski eiginmenn sína og til dæmis Mónika, móðir Ágústínusar mikla Ágústínusar kirkjuföður hún til dæmis var kristin og reyndi að ala sonun upp eða ól sonun upp í kristni og pappans til dæmis sem var heiðinn hann tók nú kristni á endanum en Ágústínus sjálfur til dæmis var áhangandi fylgdi sér manikea trú manikisman sem var svona hvað maður kalli þurfum ekki að fara í saumar á því en náttúrulega var trúarbrögð sem voru mjög vinsæl og breytist mikið Rómaveldi á sínum tíma og hann tók ekki upp kristni almennilega ef var ekki kristinn fyrir hann var 20 kannski 30 ára gamall þannig að Konstantínus var alinn upp í kristninni og það margt sem betur til þess og maður getur alveg farið í
í sauman og því og þá sér maður spor af því að hann hafði hvað maður að segja, kannski ákveðna hvað maður kallaði, hann alltaf var mjög umburðarlyndur gagnvart trúnni og hafði kannski ákveðin skilning fyrir kristindóminum og samúð Já, nei, ég held að sko, mér finnst líka maður það kannski aðeins að sko, þegar þú segir eitthvað sé kristinn í dag eftir allt sem hefur gerst síðan Konstantínus, þú veist, kristnin hefur orðið svo óbáslega allt umleikjandi og í auknin samfélaginu allar þessar aldir eftir þetta og í dag skilur þannig að það að vera kristinn í dag eða á 20. öld eða eitthvað eða á, þú veist það getur ekki verið samanburðarhæft við það að vera kristinn á 3. öld eða 4. öld sko. Það er mjög góða punktur það lítur að verið allt önnur skepna alveg eins og það lítur að vera öðruvísi að vera sósíalisti sko á árið 1830 skilur eða 1848 eða árið sko 1989 sko. Algjörlega, og það er alveg mjög góða punktur hjá þér og mjög góð þarna og mjög sniðugt að bera þetta saman við þetta að því sé náttúrulega líka þannig þegar þú tala eitthvað eins og trú eða menningu eða eitthvað slíkt sem svo huglægt og breytilegt að sko, þú skiptir ekkert bara svona 1, 2 og 3 þú veist, ég og þú getum ekkert ákveðið bara núna ætlum við að gerast norðmenn og svo erum við bara norskir veist, við höfum alltaf með okkur auðvitað, þú veist, íslensku arfleiðina og slíkt og það er náttúrulega einstaklega með Konstantínus að jú, hann örugglega alinn upp við ákveðna kristni sem náttúrulega verðum aðtöðu auðvitað líka önnur kristni heldur en í dag veist, að því að þetta breytilegt en auðvitað hann líka alinn upp við þetta fornu rómversku trúna og alla siðin og venjuna í kringu það þannig að til dæmis þegar hann og herinn hans sjá hvað kallar þetta var ekki sólmyrkvi en þetta eitthvað sko fyrirbrigði í tengslu við sólina og þá túlkar hann þetta fyrirbrigði fyrst sem þarna Apollon, sólargoðið að sína sig fyrir mér en síðan líður bara nokkur ár smá tími og þá endur túlkar hann þetta og sér þetta fyrirbrigði þá frekar sem sko nei, Apollon var ekki að sína sig Kristur var að sína sig og þetta líka klassist þú veist þegar að verið að skipta trú með trúboð og slíkt til dæmis, þú veist, gömlu musturinn þú eyðilugar ekki gömlu musturinn, þú gerir musturinn að hverju? Kirkju og svo ef múslimar koma og taka yfir þú eyðilugar ekki kirkjurnar, þú gerir kirkjurnar á Moskvu eða þú myndir gera hana synagóku eða einhverju sko hinduista musteri eða hvað það er og þá náttúrulega, af því að það náttúrulega tekur þetta tíma að breyta svona en samt sko utan verð ég náttúrulega vikinu það, utan ég náttúrulega ákveðna kannski samúð með Konstantínus auðvitað en mér samt þær heimildir sem við höfum vera mjög sannfærandi í því að það sýna fram og þarna einstaklingur sem hefur mikla samúð með kristninni og hægt og rólega verður kannski kristnari ef við getum notað það orð og maður sér sko á síðan sérstaklega pólitíkinans eftir hann er búin að ná völdum að þá var hann mjög upptekinn af kristindóminum og hann náttúrulega hjálpar kirkjunni rosalega mikið og heldur mikið upp á kirkjuna að því sumir sakfræðingar hafa haldið fram að hann hafi ekki verið kristinn. Já, sumir, það er auðvitað verið haldið fram að algjörlega og það er svona að hversu miklu leyti var hann sanntrúaður og að hversu miklu leyti var þetta pólitískt skilurðu það er auðvitað kannski hægt að nota það alla sko ekkert alla en marga ég meina þú veist að hvað miklu leyti var Fidel Castro sanntrúaður marxisti eða eitthvað skilur og að hvað miklu leyti var hann hermaður og að hvað miklu leyti var hann bara pólitískur refur skilur og mér finnst gott hjá Emmett í bókinu sem ég lesa þá sagði hann að þetta eru spurningar sem eru raun og veru kannski viðfangsefni sálfræðinar og við munum aldrei geta svarað og skiptir raun og veru ekki máli fyrir sagfræðina Nei. Því sko sagfræðingurinn getur ekkert verið að spá í því hvað raunverulega var Stalin að hugsa, hvað raunverulega var Truman að hugsa á Potsdam-ráðstefnunni, hvað raunverulega var Oppenheimer að spá í hinu og þessu. Hvað er að gerast inn í hausnum á þessum gaurum skiptir ekkert máli, það er kannski frekar afleiðingarnar sem að gjörðirnar hafa og þessi samfélagslegu mál og svona. Og það er viðfangsefni sagfræðinar og ef við horfum allir á bara það þá sjáum við náttúrulega, þú veist, einstakling sem allavega með gjörðum sínum að byggja og styrkja kirkjuna.
svo getur alveg verið Og það það er sé bara líka bara pólitískur refur en algjörlega, en það er kannski það sem skiptir máli í stóru myndinni já, er að þú veist, fyrir Konstantínus eru kristnir menn jaðarhópur sem verða að ofsækja og ég meina það er bara á hans lífstíma sem að eru bara einhverjar umfangsmestu ofsóknir gegn kristnum mönnum í sögu Rómaveldis Diocletianusar og ég meina eftir Konstantínus þá er kristnin komin í svo sterka stöðu að hún fer að trúarbröðin fara að vaksa mjög hratt og hérna hringi síminn hérna í miðjum klíðum en já, hann og Rómaveldi skilur verður mjög fljótt að kristnu ríki og það er líka hluti af þessu nýja upphaf sem við ætlum að koma líka það er þetta sko en Konstantínus líka áhugavert með kristnina og kristnaþáttin í þessu það er sérst þetta með að hann alltaf var enginn í þessi saðan og hann var enginn dýrlingur að því liti að hann framdi margar syndir já og hérna svo er hann alltaf ekki fyrir hann á dánabeðinu sem hann leitur skýra sig já og það finnst líka kannski mörgur nútíðamönnum sérstakt en það var þekkt fyrirbrigði á hans tímum af því þá var einmitt guðfræðinlega sko áherslu á það að í skírninni þá gastu þvegið allar syndiðinnar þannig að þá gat maður verið taktískur og sniðugur og beðið með skírnina þannig að þá gastu dríkt þær syndir svo þurftir að dríja og svo gastu þá á dánarböðnum skýrst og farið alveg tandurhreinn og mætt herranum og þetta auðvitað, þú veist, fyrir okkur kannski finnst okkur þetta sérstaklega svona hvað maður að kalla ég veit ekki hvað maður að kalla svona, ég myndi að kalla kaldhæðnislegt kannski, cynical kínist, já en hann er líka það er líka þetta með sko í þessum orustum öllum Licinius, Maxentius Maximinus, Daia þessi gaurar þegar þeir eru að fara í stríð við hvern annan og þeir eru að ráðast á hvern annan og yfirbúa hvern annan, þá eru þeir ofta að nota þessi trúarbröð sem svona hugmyndafræðilega legt verkfæri og oft eru þessar orustur sýndar sem heiðni versus kristni og þeir segja oft sko, þú veist hérna þú varst að ofsækja kristna við erum hætti því þess vegna sko fer ég í stríð við þig núna og til mér sé svo Licinius og Konstantínus sameinast svolítið í þessari svo kvöldu Mílanó tilskipun sameinast svolítið í því að einhvern veginn að koma kristnin á koppinn þannig séð eða svona hlífa kristnumönnum en síðan setna skilur þá fer Licinius aftur að ofsækja og Konstantínus svara því og alls konar svona þeir notuðu þetta allir með sem casus belli til þess að ráðast á hennan var ekki Maximinus Daia eða eitthvað svona skilur menn voru að nota þetta fram og tilbaka og til mér svo í orustunni við Milvíanbrúna sem er þessi fræga orusta nú erum við alltaf búin að tala um Konstantínus í klukkutíma og við erum að nefna Milvíanbrúna í fyrsta sinn en það er auðvitað svona þessi fræga orusta sem Konstantínus sigrar Maxentius við Róm við Tíberfljót bara við borgarmúra Rómar og ástæði fyrir þessi orusta er kannski svona frægur svo að þarna er nú fara kannski eftir í tíma þegar Konstantínus er að koma frá vestrinu, hann er að koma frá Gallíu og hann er að koma til þess að taka Róm þannig að hann er svolítið svona feta í fótspor Caesars og Maxentius situr í Róm og hann kemur út og þeir fara í þessa miklu orustu og þá er það svolítið spila svolítið upp sem sko Maxentius er þessi heiðni og stendur fyrir sko Júpiter og þetta gamla og meðan Konstantínus er hann að koma með nýjan guð í sitt lið og það er náttúrulega allar þessar mýtur og sögur eins og til dæmis þessi saga það að hann hafi þess að dreymt þarna þetta er einhvern þessi upprunna saga kristnina náttúrulega þarna ekki kristnina en svona kirkjunar eða þannig svona það er þetta þeirra ok, nú ætlum ég ekki að segja neitt það þetta er svona þessi upprunna saga Konstantínus og sem kristins manns allavega það er sérst þarna áður hann að fer í þessu orustu og hann segist dreyma þarna að hann sjái tákn á himni sem er Kairó PX sem eru fyrstu tveir bókstafarnir í nafninu Jesús Kristur er það ekki? Já, Kristos, já og í þessari sín er hann sagt að ef þú setur þetta á skildi hermanna þinna og berð þetta merki á fánum hersins að þá myndu sigra og Maxentius er líka látin fara í
einhvers konar svona hitt einhverja svona völvu eða eitthvað álíka skilur heiðna þá sem segir sko óvinir Rómaborgar munu falla, þannig að svo orusta er svolítið svona litið upp svolítið svona orusta milli kristni og heiðni, þess að kristnin vinnur náttúrulega. Já, mitt alveg rétt og maður náttúrulega líka að nota þetta í áróðurs tilgangi en það sem er svona líka finnst mér áhugavert með þennan draum Konstantínusar er að við getum ekkert sagt það nákvæmlega hvað maðurinn dreymdi eða hvað það er en á leiðinni frá Gallíu og suður til Ítalíu þá sá herinn hans þetta sólar fyrirbrigði. Já, en ertu þá að tala um Kaíró? Nei, ég þá tala um það fyrst sko að þeir sjá ákveðin sólarfyrirbrigði og í því að þá sér hann þetta ákveðin ták sem hann heldur fyrst að sé Apollo, sólargoðið og svo dreymir hann eitthvað að hann var greinilega að hugsa þá þetta fyrirbrigði og Kíróið kemur síðan upp úr því og hann notar síðan þá þetta tákn sem þá, hvað við segja, kristið tákn en það er samt aðeins loðið að þarna náttúrulega líka við erum að tala um mann sem er kannski í þessari spennu á milli þess heiðina og kristna en allavega sem þá leiðir til þess að hann á endanum síðan þá notar þetta kristaták sem verður síðan rosalega fræg saga auðvitað og kirkjunar mennu spila á þetta líka en þetta er góð saga en það er samt áhugavert að það er samt eitthvað náttúrulegt fyrirbrigði sem stendur á bakvið það þetta er ekki sólarmyrkvi en þetta er eitthvað sem er þekkt þetta er ekki, ég hefði náttúrulega að skoða nákvæmlega hvað það er en þetta er eitthvað náttúrulegt fyrirbrigði eins og sólarmyrkvin sem var í Bandaríkjunum núna daginn En fyrir ekki, er þetta sama sagan sem sagt Kíró táknið á himnum og síðan þetta sólarfyrirbrigði sem þú ert að vísa til? Já. Ok. En þetta er eitt af deiluefnum sko, þessara sérfræðinga er að frumheimildirnar eru ósammála en til dæmis í bókinni sem ég var að lesa eftir hann Barnes þá einmitt færir hann rök fyrir því sko, það sé hægt að tengja þessi tvö fyrirbrigði saman en allavega það sem ég er sérstaklega áhugavert við þetta er kannski fyrst og fremst að ég myndi segja þetta eru tilviljanir og það er náttúrulega áhugavert minnst tilviljanir það hefur gerst til dæmis að herir hafa verið að berjast og allt í hennu hefur átt sér stað sólarmyrkvi og svo hvernig túlkaru það og það er náttúrulega áhugavert að þarna þegar mikið er undir og hann Konstantínus er að marsera með herin sinn að það á sér stað ákveðið náttúrulegt fyrirbrigði og það er með náttúrulega með bara mannsheilan að ef þú tekur hvað sem og tekur eitthvað teppi með einhverju munstri í eða veggfóður eða hvað það er og horfir nú lengi á það að þá sérðu myndir þetta er eins og þannig, ef þú leggst niður á grasið og horfir upp í skýin þú sérðu myndir í skýjunum Þú vilt líka alltaf sjá andlit alls þar? Nákvæmlega, þú sér andlit alls þar þetta er ekkert andlit þarna myndir í skýjunum en heilin er alltaf að búa til mynstur og þess er svo áhugaður hvernig þú getur séð þá þarna í einstaklingnum, Konstantínusi hvernig þetta þá að öllum líkindum blandast þá saman að hann sér eitthvað náttúrulegt fyrirbrigði og í þessu náttúrulega fyrirbrigði sér hann fyrst kannski Apollón, kannski bendir það til þess að hann hafi verið óviss hvort að Apollón eða hinn ósérandi sól væri goðið sem hann fyrst og fremst að tilbiðja og sér kannski breytist það í að hann sér fyrir sér og hugsaður að þetta sé merki frá Jesú og Kristið og síðan kemur krossin úr því og þá sér maður kannski hvernig sko náttúrulegt fyrirbrigði er þó kannski innblásturinn að því að hann leysir úr sinni, hvað við segja, trúar krísu ákunnuleiti og ég verð að segja, mér finnst ég hef líka séð sko sagfræðinga vera að tala um eitthvað svona sá hann þetta á himninum, dreymdi hann þetta eða og svo er einhverjar aðra sögur þetta og menn er ekki alveg sammála sko hvað sé nákvæmlega mér finnst þetta að vera svo miklar hártóðanir hvort að manninum dreymdi eitthvað eða sá eitthvað eða ekki eða hvort það sé sko gerðist í raun og veru eða ekki það er ekkit aðalatrið í þessu, finnst mér sko. Nei, þetta er það ekkit aðalatrið en ég veit að ég væri búin að sko tilenga mínum sagfræðilega starfsframa að rannsaka þetta sko alla ævi, þá myndi ég örugglega hafa einhverja rosalega skoðanir á þessu sem ég hef ekki gert þannig að þetta sem kannski skiptir máli í stóru myndinni er náttúrulega, þú veist að þetta er nota sem barátta kristninar og heiðninar og kristnin verður ofan og Kíró eða ég veit ekki hvernig maður að bera það fram Kíró lifir eftir sem hvort sem að hann hafi setið heim og teiknað á blað sko
eða hvort hann sá það í draumi eða hvernig nákvæmlega þetta tákn var til. Þetta tákn var náttúrulega til fyrir sko. Það var sko, hvernig var þetta, voru þetta ekki fræðimenn notuðu þetta þegar þú voru að skrifa texta. Þeir skrifuðu þetta í spássíuna, þannig að þetta var svona átt að þýða eitthvað hefni eða eitthvað álíka, og það hefur verið bent á það, þú veist, að hermennirna sem voru kannski ekki endilega allir kristnir, þeir gátu alveg sameinast þetta tákna, því þetta tákn var þekkt fyrir sem eitthvað jákvætt. En þetta tákn sem á þetta verður síðan náttúrulega svona tákn sko ég tengi þetta tákn svolítið, ok, nú ert þú náttúrulega expert í sögu kirkjunnar hérna, en ég svona sem leikmaður tengi þetta tákn mjög mikið við bara svona, já, kirkjuna sko, ekki endilega trúna, heldur sko, þú veist, ríkiskirkjunum, það er bara algjör tilfinning hjá mér sko, í svona, það sem að ríki og kirkja kemur saman, og það er auðvitað líka það sem að Konstantínus stendur svolítið fyrir, það er svolítið svona, og hans arfleið, það er svona, þú veist, þessi samruni ríkis og kirkju, eða ríkis og trúar. Já, það er einmitt það. Já, algjörlega. En neini, og þetta er líka eins og, ég var líka að spá í eins og með þarna, þegar vorum að tala orðstöðunum við Hastings, ekki 1066. Já. Og hártoganirnar í tengslu um það hvernig nákvæmlega Haraldur var drepinn. Já, alveg rétt. Og þú veist, þetta er alveg góða punktur, þetta er hártoganir, en við har sátt áhverta ákunnleitt að maður getur lesið aðeins hugmyndafræði líka inn í það, sko, að ok, Vilhjálmi fannst það full brútal að hann fór bara að brytja hann niður, og þess vegna þarf að búið til sögum að það var sem hann lendi í augan á Haraldi, og þess vegna það lést hann, og þá getur maður sagt svona, ok, Vilhjálmur er ekki að vera svona þessi villimaður, tilheyrandi einhverjir óþjóð. En auðvitað er það alltaf líka, veist, eins og með Konstantínus, eins og segir, sko, hans saga stendur ekkert og fellur nákvæmlega með því, sko, hvaða náttúrulegu fyrirbrigði hann sá, hvernig hann túlkaði þau og hvernig þau höfðu áhrif á draumfarir hans, þú veist. Það gerir það þetta ekki. Who gives a shit, sko. Í raun að veri. En ég mjög satt aðeins áhugavert að lesa svona þessar svona vangaveltur. En ekki það, það sem skiptir fyrst og fremst máli er auðvitað, að hann sér notar þetta tákn þarna, og þetta verður svona hluti af þessum svona áróður einmitt, og þá þessu sko samspili og samstarfi kirkju og ríkis. Einmitt. Og það sé raunverulega það mikilvægasta í þessu, því síðan líka nú ætla að fara að síga hérna og setja hluti hjá okkur, en mér varst það líka svo áhugavert að því þetta getur tekið sko stofnun Konstantínópolar einmitt líka beinu framhald af þessu. Já, við þurfum að tala um það líka. Því það til dæmis, ég hélt alltaf að gamla Byzantium hefði sett bara verið svo bara endur nefnt og Konstantínópol orðið til. En það veist ekki það sem gerðist. Konstantínus, hann lét rífa gömlu Byzantium alveg og fjarlægja öll ummerki borgina. Svo lét hann sig að þá helga þennan stað, og svo var reist þá nýborg sem átti þá að vera algjörlega kristin. Þannig að Konstantínópol byrjaði þá sem kristin borg, það engin musteri fyrir einhver heiðin goð og eitthvað slíkt. Ertu alveg vissum að það sé rétt hjá þér? Voru ekki einhver heiðin musteri þarna? Áður fyrir, en þetta var allt rifið. Já. Og þetta er allavega, en þetta sér maður líka kannski, hvort þetta séu hártoganir, en Barnes til dæmis færir þá rök fyrir því, og eins og fólk heyrir þá fyrst og fremst að hafa þessi sögulegu rök mín frá honum, en hann vísar í frumheimildir og er mjög upptekinn af því og er að nota frumheimildir. Að því til dæmis, sko, hann fer inn á það var nefnt, sko, að sumir sagnfræðingar í dag hafa haldið fram til dæmis að baðhúsið þarna hafi verið byggt af einhverju fyrir keisara, og eins borgarmúrar hafi verið reistir hérna af honum, hvort það var ekki Septimusi Severusi, en hann færir rök fyrir því að þetta hafa allt verið rifið niður og fjarlagt og borgin byggð alveg frá grunni. Og svo náttúrulega er einhver rök sem er þá líka gegn því, og svo verður maður bara vega og meta en þetta er ágætis hérna, við þurfum einmitt algjörlega að tala um þetta, því þetta er svona hinn arfleið Konstantínusar. Við getum örgulega að tala hérna í allan dagum þessa kristnu arfleið, og við höfum alveg getað tekið þetta fyrir í nokkrum þáttum, sko. Við þurfum auðvitað að tala um þetta með sko Konstantínópel, því að sko hann aftur Stalin,
Sko, hann hefur stundu verið kallaður megalomaniac, Já, hann Konstantínus. Og það virðist fara svolítið fyrir brjóstuðamörgum sem að skrifa hann, Konstantínus, já, að hafa orðað því að það sé rosalegu hroki hjá honum að skýra borgina Konstantínópel í höfuð á sjálfum sér. Það en hann er nú ekkert svo fyrsti sem gerir það. Ég meina, Nei, Alexandría, það voru svolítið allar margar Alexandríu þar. Þetta ekki hversu margar þær eru. en þetta er stórt verkefni hjá honum. Já, Og þetta auðvitað þarf að sjá í samhengi við sko sögur Rómaveldis. Við nefndu þetta í síðasta þetta að Rómaborg, hinn eilífa borg, sko hún er auðvitað alltaf náttúrulega svona á heiðursstalli hjá Rómverjum náttúrulega, en hún náttúrulega verður minna mikilvæg sem svona stjórnsýslusetur og höfuborg og keisarar á faransfæti og allt þetta. Það er breytt heimsmynd og við töluðum auðvitað líka þetta með að þunga miðja ríkisins eða Rómaveldis er að færast austur. Þú veist, hvernig var þetta? 3/4 af, það talaðum sko 3/4 af ríkidæmi og fólksfjölda Rómaveldis er í austrinu. Já, Það er svolítið, þess að við komum að setja með Palmíru hérna í síðasta þetta illumis. nefnir. Þú veist, þar er svolítið svona mikið að gerast. Já. Og og Konstantínus segir sko, það er ekki hægt að við séum alltaf stundum í Trier og stundum þarna og stundum í Nikometíu og svona, þannig að við þurfum að fá nýja Róm. Nýja Róm. Og það er auðvitað það sem að Konstantínópel var, en það var nú kölluð það, Nova Roma. Einmitt, algjörlega. Og ég hef nú séð það reyndar að, við stóðum að tala um nafnið að sko Konstantínópel var meira svona tímabundi nafn sem síðan festist bara. Það átti ekkert endilega að vera nafnið á borginni. Nei, einmitt. Og þetta auðvitað hafði alveg gríðarlegar afleiðingar því að náttúrulega þessi borg, Nýja Róm, átti náttúrulega eftir að vera sko þunga miðja ríkisins næstu 1000 árin og svo auðvitað náttúrulega höfuðból við Miðjarðarhafið miklu lengur en það, alveg allt fram á 20. öld sko. Einmitt. Eða fram á 19. öld. Einmitt. Þangað til hinn veiki maður Evrópu er kominn. Einmitt, já. Og þetta sem var þetta líka, það er kannski enn einn ástæðan fyrir því að Konstantínus fekk þetta viðnefni mikli. Þetta líka, að leggja grunninn að þessari nýju borg sem var þetta höfuðból við í austurhluta Miðjarðarhafs, hefði náttúrulega svo gífurlega áhrif. Algjörlega. Þetta var aðal borginu þetta. En þegar ég hugsa Konstantínópel, stofnun Konstantínópel og það sjálfsögðu anakrónist að hugsa, en mér finnst þetta með svo svona, akkur þetta myndi ekki hug fyrr af því þessi borg virðist vera svo fullkomlega staðsett. Einmitt. Og það er svo ótrúlega að hugsa til þess að Bísantíón hafi ekki verið neitt höfuból einhvern veginn, en ég sé það er heimskulegt að hugsa svona þannig, en Jú, en samt, þú veist, eins og segja, þetta er náttúrulega geggju staðsetning upp á það, þú ert borginni varin á 3 vegu með vatni, þannig að það er bara að sækja aðeinu frá einum stað, þannig að þú getur reist þarna gífurlega mikla múra. Já. Og svo, þú veist, það er ástæði fyrir að borginni stóð í öll þessi ár. Já, hún var einu sinni tekin og hún var 2 sinnum tekin, það var 1204 og 1453. 1204 var það nú eiginlega meira svona fyrir, kannski út af svikum. Einmitt. Og kannski svona svolítið selt. Já. En 1453 var eina skipti sem var tekin og það var auðvitað ekki fyrir en að óvinnurinn var komið með ný vopn. Einmitt. Sem er sko verkfæri nýrar aldar. Og svo náttúrulega líka upp á staðsetninguna að sko borgin þá fjarlæð frá borginni þá að, hvað við segja, Rín og líka fjarlæðin til Efrat og Tígris. Það náttúrulega hentaði mjög vel og nálægðin við Dóná, nálæðinu þú veist við Svartahafið og siglingarleiðinu Svartahafið og inn á Miðjarðarhafið, þannig að það er svo margt líka þessi vegurinn á millu og þá Balkanskagans og Evrópu austur í gegnum Litlu-Asíu, Tyrkland og áfram, þetta er svo rosalega margt sem er jákvætt og pluss fyrir staðsetningu nýrar borgar. Algjörlega, og hann er svolítið svona að leggja svolítið drauga nýju veldi þarna og þú sér það hann er að byggja borgina from scratch, hún er vígð sko 330, eða ekki? Jú, eitthvað þannig. Og þú veist, og það er farið og það er fólk er beðum og koma og flytja á þeim.
og sérst, hann hvetur aðalsmenn aristokrata og senatora til að koma og það er auðvitað verið nefnt kannski að þú veist, þetta var kannski ekkit endilega besta fólki í Rómaveldi sem kom, en kannski svona fyrsta kynslóðan af íbúum Konstantínópel voru kannski ekkit endilega alveg allra bestu, því að þeir sem voru vel sko etableraðir sko, þeir kannski voru ekkert að fara en þú sér þetta sama gerast sko, eins og við kannski rétt líka áður inn í hlaðarpinu, þú veist Sankti Pétursborg sama dæmi þú veist, þetta keisarinn eða konungurinn er að sko neyða aðalsmennina til að flytja í nýju borgina og borga fyrir það og þú sér þetta líka með Versölum Lúðvík 16. sko einmitt. Nei, hvað, 14. Já, sem að sko safnar öllum á nýja staðinn sko svolítið áhugavert og hann er að búa til kópí af Róm, skilur, hann býr til keisarahöll hann býr til reiðvang þú veist, hippodróm sem er byggt á Circus Maximus í Róm og hann býr til öldungardeildar nýtt senat sem var með þess að stærra heldur en í gömlu Róm og meira þess að fundur ekki meira þess að út þessar 7 hæðir sem Rómaborg er reist á þá voru þeir búin að finna eitthvað sem var nógu mikið hæð líka í Konstantínópel. Það voru reyndar held ég einhverjar svona smá hundakúnstir. Nákvæmlega, en það sýnir samt hvað það er samt mikil hugsunur á bakviða að sko, þetta er nýja Rómaborg. Algjörlega. Þú veist, það samt það er það, þú veist, það er arfleiðin, það er það sem er á bakvið okkur, það er löggildingin sem eru með þar, en þetta er líka nýtt og nýju tímar og framávið. Og það er mitt eins og skemmtilegt frá því að segja, við tölum Bísanska lýðveldið síðasta þætti, bókin hans Antoni Kaldellis, við tölum líka sérstaklega þá bókin einu sinni og ég nefnilega keypti mér mitt bókina hans Kaldellis, nýju bókina hans sem á kom út bara núna eftir áramót held ég sem heitir einmitt The New Roman Empire og það er hann svolítið að tala bara sögu austurrómverska ríkisins náttúrulega bara frá upphaf til enda, þetta er bara svona narratív mikill doðrandur, ég var aðeins byrjaður að glugga í þessa bók og svo bók byrjar einmitt með stofnun Konstantínópel, þar velur hann að setja upphaf austurrómverska ríkisins sem svona nýtt ríki og það er kannski auðvitað því að við höfum auðvitað talað svolítið hérna áður sko söguskoðun síðrómverska ríkisins og austurrómverska ríkisins það hefur verið svolítið þema, það hefur verið alltaf verið mjög neikvæð mynd á þessu sem er í henni hefðbundnu söguskoðun upplýsingarinnar sem að við erum lituð af og náttúrulega Edward Gibbon náttúrulega er kannski svona upphafið af og ég skynja það allavega að því sem ég er að lesa í þessum fræðum að, veist, að það er ákveðið trend að reyna að snúa þessu við og ég held að Antoni Kaldellis er kannski fremstu þar í flokki allavega sem ég er svona reykist á að þú veist að í staðin fyrir að segja sko stofnun Konstantínópel er upphafið endinum eins og Gibbon hefði sagt að þá segir Kaldellis sko þú veist þetta er upphafið okkur nýju þetta er nýtt Rómaveldi bara þetta skjóta inn mér finnst svo gott myndin af sumu útgáfun hans Gibbons þar sem hefur ekki séð þar sem sko jónískar súlur og fyrst jónískar súlur þetta alveg heilar og flottar og glæsilegar og svo er það hægt að rólega brotna niður og svo þetta er lokið þá er það alveg það er bara rústir maður þarf að kaupa þetta, eiga þetta bara svona mynd segir rosalega mikið hvað sagfræðingnum finnst og hvernig hann þá eða hún er að túlka og lesa söguna og Gibbon náttúrulega klassískt dæmi þennan sagfræðing sem segir bara heyrðu, þarna fór þetta allt niður á við og hann náttúrulega þetta sagði að þetta væri kristnin sko meðal annars, þannig að náttúrulega túlkar hann allt þetta hvað við kalla Jesú brölt hans Konstantínusar í mjög neikvæðu ljósi og það er náttúrulega að segja þetta eitthvað svona rosalega einfalt sko bara orðustan við Milvíanbrúna þegar sko kristnu herdeildir Konstantínusar sigra heiðnar herdeildir Maxentíusar sko, það er upphafið endinum en það er líka ákveðin svona myndlíking sem að stundum sögði í þessu samhengi sko að saga Rómaveldis sé svona eins og ef þú sér þetta sem er línurit sko súla sem fer upp
nær hápunkti og fer síðan aftur niður í kringum eina borg, af því að sko, þú veist, Rómaveldi, ef þú ímyndir þannig, það byrjar sem Rómaborg og síðan sko stækkar og verður einhverju glæstu, dýrlegu keisaradæmi, risastóru á hvað, ekki svona cirka 1000 árum og síðan sko kemur þetta tímabil Konstantínus, kristnin Konstantínópel á hápunkti veldisins og þá fer það að snúast nýju Róm en þá er það sko bara niður á við sko, í hinn áttina minni glæsileiki og minkar alltaf svæðið þangur til að bara eftir í kringum eina borg sem er Konstantínópel 1453 þetta er svona þessi sög sko sem margir hafa og hafa haft en er svolítið svona verið að reyna að breyta sko einmitt, já, að vera að reyna að breyta það er mikilvægt. Svo er líka bara til skjótinn að því mér fannst það líka áhugavert að hann Konstantínus, hann bannaði krossfestingar. Það var svona hluti af þessum laga úrbótum hans einmitt. Þannig að hann breytti allan svona líka og eins að glæpamenn að það mátti ekki lengur tattúvera glæpina í andlitið á þeim eins og hann gert áður fyrr. Þetta voru glæpið tattúverar þá á framhandleggi eða fætur. Ef við komum aðeins að þessu í síðasta þetta með þetta nýja Rómaveldi og þetta breytta síðrómverska ríki, það tekur auðvitað ákveðin svona mynd, dominatið. Þú veist, það verður svona stærra ríkisbákn og þeir eru með meira svona, þú veist að það er allar þessar stjórnkjörsbreytingar sem þú komst líka aðeins að þarna áðan, með peningin og efnahaginn og svona, ríkisafskipti í verslun og svona. En það er líka kannski það sem er svolítið svona einkennir þetta, eins og ég nefndi þetta síðast, þetta er þessi nýji keisaradómur, sem er svona, sem er líka hluti af þessari söguskoðun. Sem að hefur verið ríkjandi þetta með að þú veist að og það er svona þessi hlutverk keisarans er að breytast og það kemur meira svona dýrð og svona hann verður svona meira fjarlægur þú veist þess að á tímum prinsipatsins þá gastu skilur hitt keisaran skilur og þú gast hrópað að honum og svona en eftir Diocletianus og Konstantínus einhvern veginn þá verður hann svona að einhverju svona dýrlegum, fjarlægum keisara sem enginn kemst að skilur djúpt inn í höllinni sinni og svona En samt líka munurinn á sko kannski keisarum áður fyrr sem voru guðlegir keisarar guðkeisarar á meðan að Konstantínus var ekki guðkeisari heldur var hann keisari af Guðs náð og það er líka þar sem að líka sko munin á hvað maður segja, skilgreiningun á keisaradæminu að því að náttúrulega áður fyrir það var náttúrulega hluti af öllum þessu ofsóknum gegn kristnum að þeir þurftu náttúrulega að tilbiðja keisaran sem Guð eða guðlega veru. Konstantínus náttúrulega heldur ekki slíkri hugmyndafræði á lofti, heldur er hann mannlegu keisari en af Guðs náð. Einmitt. Það er mikilvægur munur þar á. Mér langar til þess að drepa eins niður í bók sem að eftir hann Will Durant gamalli bók, ég nefndi hann áðan sem er í íslenskri þýðingu Jónas Kristjánssonar frá 1964 og mér finnst þetta svo skemmtilegt orðalag og kannski sýnir einmitt svolítið svona þessa söguskoðun eins og segi það sem er að tala Diocletianus og þennan hluta það sem að segir sko til að styrkja stjórnkerfi sitt ennfremur breytti Diocletianus tilbeiðslunni á anda keisarans í persónulega dýrkun sjálf sín svo sem væri hann Júpíter holdiklæddur, en Maximianus var svo hógvær að láta sér nægja að vera Herkules. Diocletianus tók og að bera höfuðdjást, hvítt skarband, alsett með gimsteinum og klæddist tignarskrúða af silki og gulli. Hann satt í höll sinni, hátt hafin yfir líðin og þurftu þeir sem heimsóttu hann að ganga undir ok hirðsiða hjá geldingum og herbergisþjónum og krjúpa fyrir honum og kissa klæðafald hans. Hann mun hafa talið nauðsynlegt að íklæða sig hátign og guðdómi til að halda í skefjum sviksömmum her og ólgufullum undirlíð. Hann lét ávarpa sig Dominus en kom fram eins og faðir, segir Aurelius Victor. Og svo segir hann þegar sonur þrælsins tók upp háttu austurlenskra innvaldsherra, það er náttúrulega oriental despot. Það viljum við ekki sjá. Þegar það tók upp háttu austurlenskra einvaldsherra þegar Guðinn og konungurinn urðu eitt, þá var með öllu úti lýðræðislegar stofnanir fornaldarinnar, þá var lokið ávöxtunum frá Marathon. Frá þessu austurlenska einveldi var síðan runnið snið konungstæmisins í Bísansríki og Evrópu
allt til frönsku stjórnarbyltingarinnar. Einmitt. Þannig að hérna með svona þennan skóla sko. Það var með þennan skóla. Alla spillinguna sem kemur alltaf úr austrinu. Já. Þetta var frábært. Þannig þetta hefur verið svolítið arfleif Konstantínusar og Diocletianusar. Að þeir einhvern veginn breyta þessu svolítið í svona ríki. Já. Einmitt. Mér dettur ég fyrst ég með þessa bókina með þessari skemmtilegu orðalagi þá kannski því að núna erum við ekki komin á tíma. Jú. Það er ekki með fínt að enda á því, já. Þá kannski fæ ég að enda þáttinn hérna með sem sagt niðurlagi Will Durant Konstantínus. Endilega. En hann segir: Konstantínus var mjög snjall herforingi, merkilegur stjórnandi og afburða stjórnmálamaður. Hann tók að erfðum og lauk viðreisnarverki Diocletianusar. Fyrir atbeina þeirra beggja átti ríkið enn eftir að lifa hálfa 12. öld. Hann hélt við einvaldsniði Aurelianusar og Diocletianusar að nokkru af metnaði og hégómaskap, en eflaust einnig af því að hann taldi að algjört einræði væri nauðsynlegt á þessari öngþveitis öld. Hann var hygnari en Diocletianus hann blés nýju lífi í hrörnandi heimsríki með því að gefa því ungan átrúnað, öfluga stofnun og nýtt siðgæði. Með hjálp hans varð kristindómurinn ríki jafnt sem kirkja og 14 alda skeið steypumót lífs og hugsunar Evrópumanna. Ef við undanskiljum Ágústus má vera að þakklátir Kristsmenn hafi haft lög að mæla þeir kölluðu Konstantínus mestan allra keisara. Já, þetta flott orð. Þetta ekki bara ágætis lokaorð Konstantínus? Já, glæsileg lokaorð. Mestan allra keisara samkvæmt þakklátum Kristmönnum. Nákvæmlega. Þetta flott. Hörru, hefur við þá ekki bara góðir í bíli? Komið gott. Það er auðvitað að tala endalaust þetta en við kveðum þó hérna úr hlaðvarpinu Söguskoðun í dag og snúum hér aftur í næsta þetta þess að við ætlum að tala vonandi eitthvað allt annað. Þangað til, verið sæl.